Sérhvert sár. Þú þerrar sorgartár. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Ó, Jesús, ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessa sérhver sár og þeirra sorgartár. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Jesús, Jesús, ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessa lífið mitt. Læknar sérhver sár og þú þerrar sorgartár. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Halleluja, Lord. Jesús, Jesús. Halleluja. Nafn öllum nöfnum æðra. Eina nafnið sem hefur hjálpræði. Jesús. Segjum bara Jesús. Jesús. Lækning í nafninu Jesús. Hjálpræði í nafninu Jesús. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Jesús. Amen. Það komið orðið Guðs inn í samkomuna. Ég heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist. Einn af kennurum mínum sagði við mig þegar við vorum unglingar, þá sagði vitið strákar að bestu kokkar í heimi eru karlmenn. Og stelpurnar í bekknum þar eiginlega vissi ekki hvað þau átt að svara. En þú getur fundið þig alveg í því að vera þjónn í eldhúsi eins og vera þjónn Herrans.
Það skiptir ekki öllu máli hvar þú þjónar, það skiptir máli bara hvernig þú þjónar. Og það eru stóru málin okkar í dag, hverju við erum að þjóna og hvernig við þjónum honum. Ég held að ekkert okkar sem tölum íslensku hafi farið varhluta af þeirri hugsun sem hefur verið í umræðunni undanfarið, hver Jesús er. Og menn eru að teikna og búa til alls konar hugmyndur hvernig við eigum að sjá Jesúm Krist. Og ég efast ekkert það að í þínum huga ert þú með einhverja mynd teiknað af Jesú og þú sér Jesú eins og þú sérð hann. Og við höfum alveg ástæðu sem kristin kirkja til þess að draga upp þá mynd hvernig við sjáum Jesúm Krist. Heyri, amen. Við komum saman í Mattheusarguðspjalli 16. kapitula og þá Jesús búinn að taka þá saman með sér og þeir eru komnir upp í Sesaríu Fílippi. Ég veit ekki hvort að þeir eru kunnugt þennan stað, en Sesaría Fílippi staður undir rótum Hermónfjalls. Þaðan eiginlega sjáum við Jórdan ána spretta undan berginu og halda síðan leið sína niður í Dauðahafið. En þetta upphafið að Jórdan ánni, það þar. Þessi staður kallað gjarnan Banía. Og af því að þetta tekið úr grísku, hét Panía á dögum Rómverja, á dögum Grikkja. Það Arabar segja ekki P í upphafi orða, þess vegna þetta nefnt bara Banía. Þeir eru línmæltir blessaðir. En það allt í lagi, það breytir ekki sögunni, vegna þess að Panía eða Banía tekið af mynd af orðinu Pan, guðinn Pan. Og guðinn Pan hjá Grikkjum var mjög sóðalegur guð, ekki sem meira sagt. Hann var eiginlega fulltrúi kynlífs sem var allavega. Það var bæði samkyn eða með einhverju öðru kyni eða með skepnum og dýrum. Þetta var allt stundað þarna upp í Sesaríu Fílippi. Og ég hef spurt oft sjálfa mig, á hverju var Jesús að fara með lærisveina sína þangað? Þarna var á þeim tíma trúlega eitt flottasta hof í Ísrael. Svo komum við í 16. kapitulan og þá segir Jesús við lærisveina sína, hvern segja menn mannsonin vera? Og þá eru konar kjarnaatriðinu. Hann fékk að heyra álit fólksins á honum. Hvern segja menn mannsonin vera? Jú, það vantaði ekki skoðanirnar. Það var ýmist spámenn eða þessi eða hinn eða Elía, og svo þegar Jesús búinn að heyra almenningsálitið, það var fljótandi hvað segja menn mig vera, þá segir Jesús við þá, en þið, hvern segir þið mig vera? Og þetta áskorun að mínu viti til okkar safnaðana, hvern segjum við Jesúm Krist vera? Og þegar þið komið í 16. versið, í 16. kapitula Mattheusarguðspjalls, þá sjáum við alveg að Símon Pétur stígur fram og hann segir við hann, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Og Jesús bregst við þessum upplýsingum og segir við Símon Jónasson, satt segir þú Símon Jónasson, ekki hefur hold og blóð opinberað þér þetta, heldur faðir minn sem í himninum, hann hefur opinberað þetta. Og það svo athyglisvert að sjá hvernig hinir kristnu, hvernig kirkjan, hvernig postularnir hafa verið að kynna Jesúm Krist fyrir þjóðinni. Í dag ennþá verið að reyna að búa til einhverja aðra mynd, hvern segja menn mig vera, hvað hefur að segja börnunum? Hvað hefur að segja börnunum í þessum skóla eða hinum skóla, hvernig Jesús Kristur? Og þegar við skoðum þessi mál, þá alveg ástæða fyrir þig og mig sem viljum vera fylgjendur Jesú Krists að draga okkur sjálf að þessari spurningu. Hvernig kynnum við Jesúm Krist? Hann bara vinur okkar?
Er hann bara sá sem að reddar okkur bænasvörum þegar við erum í vandræðum og allt komið í klessu? Þá segir ó Jesús, hvað ertu núna? Getur ekki að redda mér? Nú vantar mér pening sko, hvað ertu núna? Og við erum svona oft á tíðum að biðja þetta hégómlega, þetta einfalda. Ef þið vantar pening, þá kannski einfaldast fyrir bara að fá aðeins meiri vinnu eða skiptu starf. Þið vitið hvernig það er. Við getum reddað svo mörgum málum bara með því að við að ganga inn í málin. Ég veit ekki hvort að við getum nota þetta endilega á fólk sem atvinnulaust og vinnur ekki lengur upp á flugvelli og búin að missa sín 500.000 á mánuði. Við erum ekki endilega að segja, heyrðu, þú bara ráðið vinnu, aðra vinnu, en hvaða vinnu? Hvað hann að hafa? Við þurfum oft á tíðum að fá þessa hjálp frá Guði almáttugum, skapara himins og jarðar. Og við skulum halda svolítið áfram. Mér finnst alveg dásamlegt að vita að Jesús Kristur hefur verið kynntur í gegnum tíðina á svolítið mismunandi hátt en þó eiginlega alltaf eins. Og ég ætla að fara með ykkur í nokkur atriði því að Jesús Kristur kynnir sig sjálfur. Postuli kynnir Jesúm og hann segir hiklaust að Jesús Kristur, hann vildi ekki þekkja neitt annað á meðal ykkar heldur en Jesúm Krist og hann krossfestan. Er ekki miklu nær fyrir okkur að þekkja Jesúm Krist sem getur labbað yfir Faxaflóa? Er ekki miklu nær að við kynnum Jesúm Krist á Íslandi, Jesús sem breytir vatninu í krananum í vín? Hvað myndum við gera? En postuli hann segir að Jesús Kristur hefur ekkert vita neitt annað á meðal ykkar en Jesúm Krist og hann krossfestan. Af hverju skiptir það máli? Hann leið og dó fyrir þig og mig. Og það kjarnaatriði kristinna trúar að Jesús Kristur, hann tók dóminn þinn á sig. Hann leið og dó þín vegna. Það sem við höfðum til unnið kom niður á honum. Og þess vegna krossin hjá okkur alltaf stöðulega, bæði utan á okkur og hérna inni. Þá erum við einmitt að segja við fólk, Jesús Kristur er sá sem fór á krossin mín vegna. Erum við þakklátt? Eða er þetta eitthvað sem bara flýgur framhjá? En Jesús Kristur, hann var í munni Páls postula þessi sem var krossfestur okkar vegna. Og þetta er dásamlegt fagnaðar erindi að því að Jesús tók þetta á sig, þá þurfum við ekki að bera þetta. Og þegar við höldum aðeins áfram, ég ætla að fara með ykkur inn í Kórinthubréfið því að það er dásamlegur kafli. Við skulum fara í 1. Kórinthubréf, kafli 1 og það er svona vers 22-3 þar sem að við lesum hvernig Páll skrifar þessi atriði fyrir þá. Og hann er ómyrkur í máli þegar hann segir, en við predikum Krist krossfestan. Það er ekki punktur hérna, sjáu þið. Við predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. Gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. Og þess vegna getum við sagt, miðað við þá umræðu sem hefur verið í gangi í samfélaginu, það eru ekkert allir sem átta sig á mikilvægi Jesú Krists. Þegar Jesús Kristur kynnir sjálfan sig fyrir okkur, þá segist það vera brauð lífsins. Kannastu við það? Hann er hið lifandi vatn. Við getum lesið þetta allt saman innan bókar. Hann er upprisan á lífið. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er að kynna sig fyrir okkur. Og hvernig brugðust gyðingarnir við? Þegar hann var brauð, þegar hann var lífið, vegurinn, sannleikurinn og svo framvegis. Hvernig brugðust menn við? Ef að taka aðeins fleiri atriði. Hann var góði hirðirinn, var það ekki? Hann var dyrnar. Og við erum að halda þessu áfram að lifandi vatnið, brauðið, hann er orðið, hann er upprisan, hann er ljós heimsins, hann er hinn sanni vínviður, hann er vegur í sannleikurinn og lífið, hann er dyrnar. Og hvað er hann í þínu lífi? Hvernig er Kristur kynntur hjá þér og mér?
Hvernig sjá menn og vinir okkar Jesum Kristi í okkar lífi? Ef hann getur ekki breytt því sem að breyta þarf, hvar það þá? Og ég trúi því að við mögum segja við hvern einasta mann að Jesús Kristur, hann sá sem endurskapar okkur. Hann endurgerir. Og þegar við erum að heyra fólk sem haldið kynáttuvanda eða það eru hommar og lesbjur og allir að fara fram á mannréttindi, skiljiði. Þeir vilja fá að lifa eins og þeir eru. Guð hefur ekki skapað neitt svona. Þetta bara dæmi áhrif syndarinnar á okkar líf. Og ég vil segja við þetta fólk og ég vil segja við ykkur, við erum með vonina fyrir þetta fólk. Jesús vill frelsa, leysa og umskapa. Heyri ég að með við því? Og því sem eigi börn eða ættingja, alveg sama í hvaða vanda syndarinnar þeir eru, gleymi því ekki, það var einn sem að sigraði syndina fyrir okkur öll. Það alveg sama hvað hann heitir. Hann fór á krossin okkar vegna. Hvaða lífi sem við lifum, þá tók hann á sig það sem að við höfðum til unnið. Og ég vil segja söfnuður, við höfum ærna ástæðu til þess að hrópa þetta á torgum, því að í þessu von mannsins. Í þessu frelsisboðskapurinn sem á að koma fram hjá þér og mér. Og gleymi því ekki að drottinn hann hefur ekki skilið okkur eftir munaðarlaus. Við erum með mjög merkileg atriði líka í Biblíunni, fleiri atriði. Veistu hvernig Jesús Kristur kemur fram með ritningunum? Í fyrstu Mósebók þá hann verkstýran í sköpuninni. Á dögum Abrahams þá hann Melkísedek í Salem. Það Jesús Kristur sem birtist í fyrstu bók Biblíunnar á þennan hátt. Við getum líka séð að í annarri Mósebók þá hann löggjafinn. Hann skýstólpinn, hann eldstólpinn sem fylgir Ísraelsmönnum út í eyðimörkina og heldur lífandi og ræður veginum og ræður leiðinni. Jesús Kristur var með Móse. Við getum líka séð að hann var helgiþjónn helgidómsins. Í 3. og 4. Mósebókinni, í 5. Mósebókinni og annarri Mósebókinni þá var hann löggjafinn líka. Jesús Kristur kom nálægt sögu Ísraelsmanna á öllum sviðum. Hann sá sem að hjálpar Jósúa að vinna landið. Hann sverðið, hann sá sem að skipuleggur baráttuna og gefur Jósúa landið til eignar. Hann sá sem að kemur fram í dómarabókinni sem sverð Gídeons, sem asnakjálki Salomons. Hann sá sem gefur Ísraelsmönnum hvern sigurinn af öðrum. Við erum að tala Jesúm Krist drottinn okkar, hinn eilífa sanna frelsara. Og á hann ekki erindi til Íslendinga í dag. Í Rútarbókinni sem kemur á eftir, þá hann lausnarmaðurinn sem breytir stöðu Rútar úr því að vera ambátt í það að vera drottning. Ég segja drottning því að hún giftist heiðurum og góðum manni. Og Rút þess vegna ættmóðir Jesú Krist. Bara svo við tökum eitt að henni. Ef við förum lengra, þá getum við líka séð að hann var steinninn sem að Davíð konungur notaði til að fella Golíat. Hann var settur í slöngun og hann hitti. Og við getum tekið meira svona til. Hann undraráðgjafi í konungabókunum. Hann ritari krónikubókana. Hann velur efni sem að kemur í þær bækur. Og hann skórlausnarmannsins, hann hjálpinn í bók Esra. Eigum við halda áfram. Ég bara í Gamla testamentinu núna. Við vitum hvernig Páll postuli kynntan. Og ef við förum aðeins lengra, þá sjáum við líka að hann vörninn á dögu Jóbs í Jóbsbókinni. Hann hirðirinn í sálmunum. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Ef við farið fleiri bækur, erum búin að fá nóg. Við erum ekki búin að tæma efnið hver Jesús Og það meira sem við getum gefið hver öðru, söfnuðurinn á þvílíkan fjarsjónsyskinni. Ekki gleyma því hvað drottinn hefur lagt til þín og mín. Og svo höldum við
aðeins áfram. Hann spekinn í orðskviðunum. Hann viskan í predikaranum. Hann brúðguminn í ljóðunum. Hann líðandi þjónn hjá Jesaja. Hann viðvörun til Ísraelsmanna hjá Jeremía. Við erum að tala Jesum Krist, drottinn orð. Ég vil eiga þennan frelsara. Ég vil eiga svona aðila með mér í gegnum lífið. Og þegar við förum héðan úr þessu lífi og við yfirgefum líkama, hver tekur á móti? Hver verður þá með opið faðminn? Ef við játum Krist fyrir mönnum, þá mun hann þekka okkur fyrir föðurnum og englunum og himnum. Við höfum allt að vinna, systkini. Við höfum allt að vinna. Hefurðu gert eitthvað í málinu síðastliðina viku eða mánuð? Hvað eigum við að gera, systkini? Er ofmikið að við segjum komum saman til bænar og byggjum til þessa frelsara? Er ofmikið að við látum aðra vita að þetta sigurvegari, þetta konungurinn okkar, þetta lausnarinn okkar, þetta sá frelsari sem við koma á skýjum himins í mætti og í veldi og í mikilli dýrð, öll ritningin eða allar ritningarnar, þær eru undir hans hendi. Við höldum aðeins áfram. Hann gráturinn í harmaljóðunum. Hann grét líka yfir því þegar syndin braut niður Ísraels ríki. Við förum aðeins lengur og segjum hann höndin með bókrótuna á dögum Esekíels sem gefur honum bókrótuna að eta. Ef að fara lengra, hann mannssonurinn í Daniels bókinni og Daniel hann sá mannssoninn í 7. kapítula Daniels bókar. Og við erum ekki alveg búið með allt gamla testamentið því að við eigum eftir að vita það að hann endurreisn Amosar og hann vonarboðberi Jóels. Hann lausnarinn í bók Hósea. Hann frelsari hjá Obadía. Hann stór fiskurinn á dögum Jónasar spámanns. Hann stjórnandinn hjá Míka. Hann fagnaðarboðinn hjá Nahum. Hann trúfestinn í Habakúk. Hann hetjan sem sigurveitir á dögum Sefanía. Þar kemur hann fram. Og við erum ekki alveg búið vegna þess að hann lamparnir 7 sem drotti og august drotti 7 hjá Sakaríu einnig. Og hann eldurinn og hann lútarsaltið hjá Malaki. Það síðasta bók Gamla testamentisins. Á þessi Jesús erindi til þín og mín. Á hann erindi inn í okkar heimili, inn í okkar líf. Ekki ástæða fyrir okkur að segja ég trúi því að Jesús Kristur drottinn minn og frelsari. Þegar Mattheus Guðspjallamaður kynnaði okkur fyrir Jesú Kristi og hann skrifa sitt Guðspjall, þá eins og risinn sagður vera, eða maðurinn hann sagður vera táknmynd Mattheusar, vegna þess að Mattheus sýnir fram á mennsku Jesú Krist. Hann var líka sá sem tók þátt í okkar kjörum. Í Markúsi þá hann ljónið af Júda ættkvísl. Hjá Lúkas þá hann drekins, eða þá hann sá sem að nautið sem kynnir okkur fyrir Jesú Kristi. Og í Jóhannesi þá hann örninn. Og hvaða nöfnir eða hvaða myndir eru þetta að vera maður, dreki, örn og naut? Þetta sjáum við í skjaldarmerki Íslendinga. Við erum með þessi merki í kringum fánan okkar í skjaldarmerkinu vegna það varu guðspjallamennirnir sem gáfu Íslendingunum frelsi. Þegar Íslendingar ákváðu að verða kristnir þá var orð Guðs tekið fram. Og því var skipt út fyrir alls konar heiðin boðskap og í staðið að hafa heiðnina inni þá var orð Guðs sett sem hélt okkur uppi og hefur verið okkar veganesti í gegnum aldirnar. Eigum að sleppa Jesú Kristi í dag. Eigum að koma með einhverja nýja mynd sem bara til að draga niður í spillingu. Nei, ég segi kirkjan, hún hefur miklu meiri arf og miklu betri boðskap og miklu betri arf heldur við nokkuð tíman höfum átt okkur á. Og þessi Jesús vil birtast í þér. Hann vil búa í þínu hjarta, í mínum huga. Hann vil vera með okkur í verki.
Eigum að segja amen við hann? Velkomin Drottinn minn og frelsari. Þegar ég tek þátt í brauðsbrotningu og ég tek bikarinn og brauðið, þá hugsa ég alltaf, ég tek við blóði hans sem hreinsar mig af allri synd. Er ég þá syndlaus? Já, ég er syndlaus. Er ég þá miklu betur heldur en allir aðrir? Nei, ekkert svoleiðis. Ég bara treysti því að hann tók í burtu mína synd. Hann afmáði hana svo ég get gengið til Jesú Krist, til almáttugs Guðs, vegna þess að blóð Jesú Krists rann. Ég tek við brauðinu vegna þess að hann er líkaminn sem var kraminn mín vegna. Og ég veit að stundum þegar ég hef verið að reyna að segja frá hvernig líkaminn Krists var kraminn, þá fæ ég ekki gott auga frá konu minni því hún þolir ekki hvernig var farið með líkama Jesú Krists, þín vegna, okkar vegna. Og ég ætla alveg að sleppa því að lýsa einhverjum sárum og kvölum. Það er alveg nóg sem við vitum. En við tökum þátt í þessu af því ég er að segja, ég á minn sáttmála við þennan frelsara. Ég er sáttmála bundin þessum Drottni sem lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir mig og hans spor eru allar ritningarnar og megi þau spor líka liggja beint inn í mitt hjarta. Ef ég segja amen við því, Drottinn minn, við erum komin að þeim stund, elskaði Herra, að minnast þess hver þú ert. Þú ert Kristur, sonurins lifanda Guðs. Þakkaði fyrir við með ljúka þessari samkomu með því að minnast á hver þú ert. Drottinn, þegar við göngum að borði þínu og þegar við leggjum fram bæði blóðið og tákmynd upp og líkama þinn elskaði Herra, þá megum við taka við því vegna sem við vitum að við erum samerfingjar þínir að fyrir heitunum, Drottinn minn. Við eigum þig að og þú ert með okkur alla daga, allt til enda veraldarinnar, Drottinn Jesús. Þú ert helgiþjónn helgidómsins sem Hebreabréfið talar þú vígðir okkur nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama þinn, svo við fáum lifandi samfélag og lifandi aðgang að Guði, Föður, almáttugur skapara himins og jarðar. Bless okkur í því að varðveita þennan vitnisburð. Bless okkur í að lifa þér, Drottinn minn. Bless okkur í því að elska eftir því þína með okkar, við munum sjá reykja stólpa þinn, Drottinn minn, hjá okkur. Þú leiðir okkur beina braut í Jesú nafni. Amen. Ég heyri amen. Drottinn bless ykkur, systkini. Ég gæti sagt meira, þetta er nóg í dag. Kitti minn, gjörðu svo vel.